17. desember. Nú aðeins vika til jóla og jólasveinarnir orðnir meira áberandi í miðbæjum landsins, enda kemur nýr jólasveinn í bæinn á hverjum degi. Askasleikir kom í nótt og gaf öllum börnum í skóinn. Hann greinilega í hörku formi því hann ekkert sérstaklega þreyttur þrátt fyrir að hafa arkað landið endilangt í nótt. Hann vill endilega fá sér göngutúr og skoða sig í bænum áður en hann fer í heimsókn á jólaskemmtun í kvöld. Hann ekkert sérstaklega klár í umferðarreglunum. Hann kemur að gangbrautarljósi og veit ekki alveg hvað hann á að gera. Hann sér mynd af rauðum karli fyrir framan sig og fullt af bílum keyrandi á götunni. Hvernig á ég eiginlega að komast yfir? Hugsar hann. Hann bíður og bíður en aldrei stoppa bílarnir og enn logar rauður karl. Ætli þessi rauði karl sé jólasveinn? Þá koma til hans strákur og stelpa og kona með þeim. Hún örugglega mamma þeirra. Ertu búin að íta á takkan? Spyr stelpan. Nei, á ég að gera það? Já, auðvitað, annars kemur græni karlinn ekki. Ha, kemur græn karl og hjálpa mér yfir götuna? Spyr Askasleikir hissa. Nei, auðvitað ekki. Ljósið af rauðakarlinum hverfur og í staðinn kemur ljós af grænum karli. Þá eiga bílarnir að stoppa og hleypa okkur yfir, segir strákurinn. En hvernig vita bílarnir að þeir eiga að stoppa og hleypa okkur yfir? Spyr Askasleikir. Að því að þeir sjá rautt ljós á sama tíma og við sjáum græna karlinn. Rautt ljós segir bílunum að stoppa, svarar mamman. En sumir bílar brjálaðir og keyra yfir þó það sé rautt ljós, svo það ágætt að fylgjast með bílunum líka, þó það sé grænn karl. Askasleikir ýtir á takkan og þau bíða öll saman. Hvað heitir annars? Spyr strákurinn. Askasleikir, svarar Askasleikir. Finnst þið þá gott að sleikja ösku? Spyr stelpan. Nei, þá myndi ég heita öskusleikir. Mér finnst gott að sleikja aska, en askar voru notaðir undir mat í gamla daga. Þeir voru eins konar tréskálar með loki sem fólk borðaði matinn úr. Þegar fólki var búið að borða, þá voru oft einhverjar mataleifar í öskunum og þá gat ég laumast einn þegar fólki sá ekki til og sleikt innan úr honum. En ég finn enga aska lengur, en ég næ mér stundum í skálars til að sleikja. Kannski ætti ég bara að heita skálasleikir í dag, svarar Askasleikir. Skömmu seinna kemur græni karlinn og þau labba öll yfir þegar þau voru vissum að það væri engin brjálaður bíll að keyra yfir gangbrautina. Hvaða karl lætur mann vita að maður megi labba yfir götuna?